tveimur í kvöld því beint á eftir þessu leik mætast kvennalið þessara sömu liða í toppdeildinni. Gríðarlega mikilvægur leikur eins og eiginlega allir leikirnir í þessari deild nú orðið. SR er á toppi deildarinnar með 16 stig, líkt og Fjölnir eftir 10 leiki. Skautafélag Akureyrar er með 15 stig eftir 8 leiki, þannig að þetta er toppslagur. Og svo eru Hafnfirðingarnir ekkert mjög langt á eftir með 10 stig, búin að vera á miklu skriði. Við erum að gera sér klár hérna, þetta er 4. leikur liðanna á þessu tímabili. Allir leikirnir hafa unnist á heimavelli. Skautafélag Akureyrar vann sína leiki á Akureyri, báða 4-2 og Skautafélag Reykjavíkur sigraði hérna í Laugardalnum 4-3. Búið að vera smá brekka hjá Skautafélagi Reykjavíkur síðustu leikjum. Það unnu sinn síðasta leik 15. nóvember. Búið að vera mikið afföll í liðinu, meiðsli, leikbönn og það telur. Sérstaklega þegar deildin er svona jöfn. Aðeins svo eftir áætlun einhverja hluta vegna, en þetta er að komast í gang. Aðaldómari leiksins Sæmundur Leifsson gerir sig kláran í að kasta bekkinu. Honum bara að þetta verði 4 leikur. Sölvi og Jói tilbúnir og þetta komið af stað. Þessi fyrir aftur fyrir mark Skautafélag Reykjavíkur og reyna að byggja upp sókn. Það voru bara næstu búin að gefa mark á fyrstu mínútunni. Hafþór hérna bara í lúmskot. En F-sringar ná að koma bekkinum út. Axel eltir Gunnar Arason. Það er að koma hérna og það er fyrsta skotið sem Jóhann Björgvin ver. En F-sringar halda bekkinum og Atli með skot framhjá. Alex Máni er ekki komið svo út. Og Jóhann Björgur fristir þennan, mikil stöðubarð í gangi. Menn svona að reyna að finna touchið á spaðanum. Og S-engar aftur aðgámsarðir en nú breyka Skautafélag Reykjavíkur. Hákon Marteinn með pökkinn, leitar að Kára. S-engar komast á milli. Hákon ennþá. Richards finnur Kára. Og þetta verður engu og S-engar komu upp. Dagur stampar bekkinu aftur fyrir markið. Þar sem kemur Þorgils, nýtir hraða sinn, kemur úr vörninni og leitar sendingunni fyrir. Það koma S-engar, knappa pekkinum eftir fyrir markið og fara í skiptingu. S-engar gera það sama. Haukur býður með pökkinn til að liðið kom inn á. Þetta var dauðafæri. Jói komst inn í sendingu. Hafþór náði ekki valdi á pekkinum. En þeir halda bara áfram, S-engarnir. Og þessi
Sölvi kemst inn á, Alex Máni sækir að honum. Og inn kom Essaðingar, þunga pressu núna fyrstu mínúturnar. Hörkutækling þarna hjá Lukas. Hendir svoleiðis Jóa niður. Og glæsileg sending frá Richards og Alex Máni kominn einn í gegn en þessi fer yfir. Kári aftur í færi. Þetta tekur Gunnar Arason. Kári ennþá með bökkinn. Þetta þarna við á framsviði Sæmi. Edward með pökkinn úti, hann finnst gaman að skjóta og hann gerir það og þetta er varið. Og aftur verið Tyler. Það er Tyler Strúm sem stendur í markinu í kvöld hjá Akureyringum. Og þessi fer í æsingu vendarlega, já. Mæðir mikið á varnarmönnum SR-inga, þeir eru svona róterað bara fjórir, annars vegar Þorgils og Lukas og svo Edward og Haukur Steinsen. Og hér er Þorgils í kapphlaupi við Unnar, Finnur, og þeir beint á Hjálmbjörgvin og laus bökkur en þeir ná að koma sér frá Lukas og Helgi Bjarnason. Finnur Richards en er ekki valda á honum, þannig að Essaðingar snúa bara vörð í sókn. Og missa hann aftur út fyrir. Þorgils í einhverju vandræðum þarna fyrir aftan markið og Ormur fær pökkinn úti, lætur vaða, Lukas tekur þetta. Og aftur skot sem Jóhann Björgvin tekur nokkuð þægilega. Þorgils nær að komast út. Þannig að SR-ingar geta farið í skiptingu og Essaðingar líka. Þessi fyrir niður og þar er það Mattías. Og SR-ingar ná ekki að breyka hérna. Alex Máni misti bökkinn. Þetta var lúmsending og Jóhann Björgvin gerir vel verð tvígang. Það var líklega hættulegast að fara leiksins til þessa. Og Axel kemst í 1-1 stöðu. Lætur vaða, þetta fer beint í hlífarnar á Bjarni Jakobssoni en SR-ingar halda bekkinu niðri. Þessi er inni. Og Hákon kominn í 1-1 stöðu, býður Finnur Kára. Kári lætur vaða en þessi fær bara upp í loft. Og hérna eru slagsmál, Hákon og Gunnar Arason. Smá lætið þarna, en Sæmundur fljótur á vettvang og settlar þetta. Og leikurinn fyrir aftur á stað. Jói og Kári berjast þennan bökk. Jói hefur betur og
Sækan á að spila sig í gegnum pressu Reykvíkinga. Jói kominn í stöðu, snýr við og býður. Fær tæklingu á sig frá Kára. Kári bara tekur þennan, kemur hann á Gulla en Gulli með hann beitt í lappirnar á Atla. Og öll færi. Andri Már Mikaelsson hérna hittir puckinn ekki alveg beint. Þetta var auðvitað Jón en hann bara aftur kominn og aftur og þetta er mark, þetta hlýtur að vera mark. Nei. Jú. Gat ekki annað skorað þarna. Leikmaður Skautafélags Akureyrar númer 21. Ólafur Björgvinsson, sjá hvað gerist hérna. Hafþór hérna með skotið og eftirleikurinn tiltölulega auðveldur fyrir Ólaf. Held ég fara rétt með því að segja að Akureyringar hafa komist yfir í öllum þessum leikjum. Það er samt ekki að hengja mig upp á það. Og þetta fara aftur að fara af stað. Slökksending. Haukurinn er ekki að gera sér mat úr þessu og í staðinn koma Akureyringar. Fast skot. Þetta fyrir Richards. Þjóðlegur Richards og Helgin er að koma þessu út og það er skipting. Ekki bara til horninu sem SA-ingar að vinna. Þannig á SA-ingar að breyka. Nei. Þessi pökkur fór út af vellinum og það er uppkast. Í sóknarsæði Akureyringa. Og þá kemur Alex Máni á ferðinni með 2 á móti sér. Alex býður og reynir að finna Axel. Erfið sending. Axel, glæsilega sending á Kára. Kári í góðu færi en þetta verð Tyler Sturm. Nokkuð þægilega. Kannski svona hættulegasta færi SA-inga til þessa. Þeir hafa ekki beint verið að vaði í færunum. Hérna var Kári góða færi, hitt ekki puckinn. Richards yfir að Lukas. Hann setur hann niður. Þar er enginn. SA-ingar vinna hann aftur. Kári með góða sendingu þarna. Þetta er glæsileg vörn hjá SA-ingum. Mattias hendir sér fyrir puckinn og þeir ná að losa þetta og líklega æsing. Nei, jú, einhverjar. SA-ingar ekki sáttir að þarna hefur verið flautað en fyrsti leikur að verða hálflaður og þetta er á miðjunni, þannig að þetta vinna bláir og reyna að byggja upp sókn. Edvard Gunnar sterkur fyrir og hleypir Arnari Steinsson ekki neitt. Arnar Karvelsinni segir. Og þá er Helgi kominn. Edvard með skot og þetta er frákast sem Haukur nær ekki að nýta sér.
Edward með fastskot sem fer framhjá markinu og þá kemur Hafþór í 1-1 stöðu á móti Edward. Fer auðveldlega framhjá honum og nær. Þetta er, nei, Sæmundur segir ekki neitt, spila áfram. Þetta er æsing. Akureyringar láta Sæmund heyra það. Sæmi var í góður í stöðu til að sjá þetta, þannig að gefum okkar að hann hafi bara haft rétt fyrir sér hérna. Sölvi og Ólafur berjast þennan bökk. Sölvi situr henni í horn, þar er Axel mættur. Og Edward komir í 1-1 en vel varið hjá Tyler. Og bæði lið skipta. Þorgils á þennan. Góð sókn hérna hjá Æsirvíkum, Hákon kemur með hann. Með Gulla með sér og þetta var lúmst. Gulli komst í gott færi þarna þegar pökkurinn fór á púðunum hjá Tyler. Og góð tækling þarna. Æsirvík vinna pökkinn aftur. Þessi finnir í horn og líklega æsing. Leikurinn fara aftur í gang og Hákon breykar, setur hann Gulla, Gulli aftur og Hákon ætlaði að taka bakhandarskot þarna en fór yfir pökkinn. Þá koma Æsirvíkingar, Heiðar með lúmskan en Þorgils snöggur tilbaka, glæsilega gert hjá honum. Þorgils hleypur bara með hann út. Við spila þarna og Haukur og Helga með Arnar með sér. Þessi er inni, Edward. Þá eru Æsirvíkingar komnir 1-1 stöðu. Og þetta tekur Jóhann Björgvin nokkuð þægilega. Þarna var Andri Sverrisson kominn 1-1. Vikka er nú samt aldrei líklegur til að setja þennan. Þetta er Andri fyrir aftan markið, er á djöflast. Haukur reynir að sjá við honum. Andri kemur um orra. Þetta vinna Æsirvíkingar jafnharðan og þá er Axel og Alex Máni komnir í 2-2 stöðu. Æsirvíkingar snöggið tilbaka, gefa engi færi á sér. Það heyrist eitthvað á bekknum, einhver læti. Sá ekki hvað gerist þarna, en pökkurinn fer yfir á Jóhann Björgvin. Gunnar pressar á Hauk. Kári fer vel með pökkinn en missir hann samt. Þessi fyrir út af svæðinu. Ólafur með lúmskot sem Jóhann Björgvin tekur
nokkuð þægilega. Þetta er einhver læti milli Lúkasar og Unnars. En það er búið að setja það, tengja það í jörð. Mikið bara til hennar pökk sem SA-ingar vinna. Unnar með pökki fyrir aftanmarkið. Kemur hún fyrir og þarna er Mikil Darraðardans og Atli með skot sem Gulli tekur. Þessi er inni. SA-ingar í basli með að koma þessum pökki út. Og Richard missir þennan og þarna er Mikil Darraðardans fyrir fram markið. Það er lausbökkur en Jóhann fristir hann og svona hinn hefðbundnu stimpingar fyrir fram mark og nú eru einhverjir hnefar farnir að fljúga. Sé ekki hverja þetta eru. Jú, þetta er Atli og Alex Máni, nei, Atli og Lúkas og Atli er sendur í boxið. Þetta er fyrsta refsing leiksins. Og Atli lætur glerið í boxinu finna fyrir því. Þannig að skautafélag Reykjavíkur verða einum fleiri næstu 2 mínúturnar. Og spurning hvort að SA-ingar ná að testa Tyler eitthvað í markinu. Þeir eru ekki Hann er ekki þurft að svitna mikið í markinu, hann Tyler. Sæmi les fyrirliðunum línurnar. Einhver ekki stefna í boxinu. Við með bara eftir að leikurinn fara aftur á stað. Sýnst það er búið að, já, það er verið að bæta við refsingun á Atla Sveinsson. Hún er komin upp í 4 mínútur. Þannig að gullið tækifæri fyrir SA-inga að koma sér aftur inn í leikinn. SA-ingar ná að halda honum, Edvard. Þetta er að reyna að byggja eitthvað upp. Alex Máni. Góð tækling hérna. En Edvard nær að koma honum yfir. Axel. Alex Máni niður í horninu. Ó, það var vel hugsað hjá Alex Mána. Ætlaði að koma honum á Lúkas sem var bara ekki mættur. Og Edvard og Alex Mána aftur á sama stað áðan. Lætum við aða núna. Þetta verður Tyler, en SA-ingar, þessi er úti. Jú, hann var farin út af. Eða út fyrir bláu línuna, það er. Þetta var aftur á stað. SA-ingar ná að
Ja, Kári vinnur vel tilbaka. Þess vegna ná bara að halda þessum bekki. Bara reyna að geta niður klukkuna. Sæmi segir bara dífa og þá kom Eskfirðingar 2-2, 3-2 og Gulli með skot sem er blokkað. Og nú stoppar leikurinn. Voru þarna 2 brot með stuttu millibili. Fyrst vildu SR-ingar fá brot á Akureyringa og svo öfugt þarna nokkru sekúndur síðar. Sæmi leit bara leikinn fljóta. Og þetta er farið í gang aftur. SR-ingar ná að koma þessu út. Það gerir Jói. Unnar pressar á Tokka og vinnur hann. SR-ingar bara búin að gera mjög vel þessar fyrstu 90 sekúndur. Af 4 mínútna refsingu Atla. Kári fyrir erfiða för. Atla er einn á móti öllum en nú ekki marknum og þá kemur Alex Máni og þetta er dómur aftur. Þetta var augljóst tripping. Þá er það er Ormur sem þarf að taka út 2 mínútna refsingu og þá eru 5-3 allavega næstu 2 mínúturnar nema SR skori. Þannig að nú þurfa Akureyringar að standa vörðina. Þeir eru búin að gera mjög vel framan af. SR hafa bara ekki náð að ógna marki Akureyringa einum fleiri en sjá hvað það gera núna 2. Og þetta fyrst til Tyler. Þetta vinnur Sölvi, Axel með pökkinn á Edward með fast skot. Þetta ver Tyler og fylgir eftir tvisvar og allt fer hitt í púðan á Tyler. En SR-ingar halda áfram og Alex Máni fær hann ofan á spaðan og sé enda bara í netinu. Það er að segja netinu fyrir aftanmarkið, ekki í markinu. Þetta getur farið aftur í gang. Það eru 90 sekúndur eftir af refsingu Orms. Eitthvað aðeins lengri í Atla. Kári, Þorgils. Finnur Kári aftur. Nei, Kári hittir ekki. Kári hérna í nærriði búinn að hleypa bara SR-ingum 1 á 1. En hann náði að bjarga sér hérna fyrir horn. Og þá barst pakkurinn til Hauks Karvelssonar sem skaut beint á Tyler. En þá vinna SR-ingar þann face-offið. Það láta hann rúlla. Kári, Hákon, Össi fyrir inn. Nei, hvernig skoraði hann ekki? Gulli í dauða færi. En
Náði ekki að gera sem átt af því. Ég hugsa hérna eftir eitt af þeim tilfellum að það bara erfiðar að klúðra heldur en að skora. Þá komst hann bara þessu niður. Þar tekur bara Gunnar við honum. Kemur honum fram en ekki út. Axel og Þorgils. Axel aftur. Reynir að finna mikið Alex Mána hérna niður í horninu. Og Þorgils með skot, þessi fyrir framjá. S-æingar bara standa þetta af krafti sko. Þetta er 20 sekúndur eftir og S-æingar ekki líklegir til að það eru 2 sekúndur eftir að og kemur Ormur út og ennþá og Alex Máni í færi en S-æingar ná að koma þess út og nú kemur Atli úr boxinu þannig að liðin eru bæði full skipuð. 4 mínútur sem S-æingar höfðu til að nýta sér þetta. Það fór stuggarna aðeins í Lukas, fór niður en ná að bjarga sér. Kári situr bara fastan fyrir, það var Gulli, vantaði kannski 1 cm upp á. Þá koma Akureyringar og þetta er vel spilað og glæsilegt mark. Dagur Jónasson hérna. Og við fagnar þessu vel og innilega. Hann er að lyfta honum hérna yfir Jóhann Björgur sem var lagstur í markinu. Bara vel spilað hjá Akureyringum. S-æingar geta náttúrulega sjálfur sér kennt, voru 4 mínútur einu, jafnvel 2 fleiri og náðu ekki að nýta sér það og bara S-æingar er refsa grimmt. og 20 eftir af fyrsta leikluta. Jóhann Björgvin fristir þennan. Verði þetta úrslit leiksins þá eru S-æingar komnir á toppinn. 18 stig, 2 stig undan SR og Fjölni og 2 leikir til góða á SR og 1 á Fjölni þá. Fjölnir tapaði í gær fyrir Hafnfirðingum sem eru þá einnig búin að blanda sér í baráttuna. Síðasta mínútan er runnin upp og það eru S-æingar sem pressa. Þessi bökkur fyrir út og líklega, ja, það fyrir æsing. S-æingar er það með pökkinn í sóknarsvæðinu. Gunni reynir bara að halda þarna. Gerir það vel. Og ná að leysa úr þessu, það er Edvard. S-æingar einnig lokasókn. Arnar deppar hann bara niður. 8 sekúndur eftir, þetta bara rennur út. Fyrsta leikluta lokið, staðan
Skautafélag Reykjavíkur 0, Skautafélag Akureyrar 2. Hugsa nú að S-eringar noti hliðið til að slípa sóknarleikinn sinn. En við komum aftur hérna eftir 15 mínútur eða svo.
Við erum mætt aftur, þetta er komið af stað, annar leikluti, staðan 2-0 fyrir SA, verðskulduð forysta, sjáum hvort að Mílos hafi náð að berja einhverju þreki sína menn í hliðinu. Það koma þær 2 og 1, Sölvi og Axel, Sölvi nær 2 skotum. Hvorugt að markið, en þeir halda pekkinum inn í sónunni. Langur pökkur fram, en Edvard grípur það bara. Býður eftir skiptingunni og tekur skotið sem Tyler Ware. Og þessi fyrir utan. Hákon reynir að fara að sæma að þetta hefur verið delay of the game. Það gengur ekki vel. Frændar sér ekkert að hlusta á þetta. Kári vinnur þetta og reynir skotið. Þá koma Akureyringar hratt og Róbert góður með flotta sendingu á alla. Jón Bergman verður þetta vel. Snöggir upp Akureyringarnir. Kári Ólafur berjast þennan. Kári hefur betur.
Og þá koma Eskfirðingar, Hákon með pökkinn, reynir bara skotið þetta fyrir framjá, Kári tekur við honum hinum megin, inni og Hákon út og hann hittir ekki pökkinn. Hildist það vera Gulli. Þeir komið þarna í álitlega stöðu en þeir halda áfram að djöflast og þannig að bara Hákon farin út af. Og allt í einu er æsing. Ég heldur samt að Unnar hafi komið við hann hérna en var komin í álitlega stöðu, hann náði ekki alveg valdi á bekkinum og hefði bara verið komin 1 og 1. Þetta fyrir að endurtaka, hann voru komin aðeins að stað þarna. Mikil baráttu pökkinn og Helgi nær skotinu. Tyler tekur þetta púðan. Þrykta þarna Hauki sem gerir vel, fer í gegnum þarna nokkra. Richards fann ekki pökkinn. Og nú er bara komin 1 og 1 staða. Og nei. Heiðar Jóhansson þarna upplöðu færi en einhvern veginn mista hann tökin á bekkinum. En þá komaði bara aftur. Andri Sverrisson hérna gerir sér líklegan, tekur bara pökkinn aftur, frábær tækling hérna hjá Ágústi. Og nú er Ragnar kominn, glæsilegt mark. Þetta var frábært mark hjá, vonu bara örugglega flestir að bíða eftir því að hann myndi nú bara renna pökkinum á Alex Mána sem var kominn hérna á ferðinni. En hann situr bara upp í vinkilinn og hann sá hann aldrei, Tyler. 9. mark Axels í vetur, hann er stigasti leikmaður deildarinnar og þarna sáum við af hverju. Þannig að þetta er orðinn leikur aftur. Og hérna komaði bara aftur, Hákon pressar á Gunnar Ara. Mikil barátta, Kári tekur hann, kominn í stöðu með glæsileg sending. Haukur með skot rétt yfir en nú er markið farið. Alltaf bragur á SR-liðinu núna, þetta var sóknarleiknum en í fyrsta leikluta. Skildur loða við þá, þeir eru oft lengi að stað, SR-ingarnir. Það er uppkast í sóknarsvæði SR-inga. Gulli Kári með hann í horni, heldur bekkinum. Sækja að vinna þessa baráttu en kom hann ekki út, Tóki. Jú, hann knappi upp okkur út úr svæðinu og SR-ingar þurfa að fara út og byrja upp á nýtt. Tóki hérna undir pressu, sendir bökkinn frá sér, Andri. Vel varið hjá Jóhanni Björgvinni. Jói hérna kom í góða stöðu og sendi boltan eða pökkinn á Andra Mikaelsson sem átti ekki kannski besta skot sem hann hefur tekið á æfinni. En engu að síður skapaðist mikil hætta. SR-ingar vinna þetta. Atli
Festan. Unnar tekur við. Og Jóhann, þessi var hreinlega bara nálægt því að vera inni. Hann fór í stöngina og rúllaði eftir línunni. Og Jóhann Björgvin var fljótur að átta sig. Hænda sér á pökkinn. Og Unnar vill nú meina að þessi hafi verið inni og á einhverju var hérna við markadómarann. Þessvæðingar halda pressunni áfram. Unnar gerir vel, finnur Atla sem uppi. Annar skot sem blokkað. Og þessvæðingar ná að koma þessu út. Alex Máni snögg, komin 1-1 og þetta dómur og var komin hérna búinn að spóla sig fram í á tveimur Akureyringum sem svo bara tók á niður og það er víti. Sæmundur Leifsson dæmir víti. Það held ég sé bara rétt mat hjá honum. Það er Alex Máni sem ætlar að freista þess að setja hann fram hjá Tyler. Allir farin af stað. Sækir puckinn. Og hann skorar 2-2. Þetta er fljótt að breytast. Það tók SR-inga 4,5 mínútu að jafna leikinn. Virkilega vel útfært þetta víti. Kemur hérna hægra megin. Hótar hægri vinstri og setur hann svo vinstra megin framhjá Tyler. Og þetta er bara orðið hörkuleikur aftur. Þessi er ekkert hættir, þeir bara halda áfram. Hákon pressar á Dag. Tekur mikil harka þarna. Misskilningur hjá Akureyringum en þeir fá puckinn aftur þarna fyrir aftan markið. Þarna verður SR-ingar brjálaðir, vilja meina að þarna hafi verið ólögleg tækling. Hákon allavega steinlá. Sæmundur sá hann bara að standa upp. Haukur er hérna. Kári. Edvard með fastskot sem er varið og það er bara átt að. Og nú vilja SA-ingar fá brot á Hákon. Sæmur leyfir þessu bara að halda áfram. Og Hákon hittir ekki puckinn hérna og SA-ingar fara upp. Pétur fer fram hjá. Gerði Pétur virkilega vel, fór fram hjá Edvard en skotið yfir. Þessi fer í netið og það er uppkast.
Þorkell Snær að koma þessu út. Þessum Gunnar tekur við honum fyrir aftamarkið og SR-ingar Byggja Sól. Tökkurinn í hornið, Þorkell með hann, Jóhann Leifsson sækir að honum og vinnur hann. Og Axel kominn í 1-1 stöðu og kemst ekki fram hjá Gunnari. Mikið fram og tilbaka á þessum myndinu. Gunnar reynir að setja hann í gegnum miðjuna, beint í Sölva bara. Og Axel kemur í dauðafæri og þessi er unnið! Alex Máni með sitt annað mark. Þetta mark verður að skrifast á Gunnar Arason. Hann ætlaði að senda hann í gegnum miðjuna. Hitti bara Sölva sem fann Axel og þaðan fór pökkurinn á Alex Mána. Og gæti ekkert annað að skora, þetta var 1 mark. Eskfirðingar komnir yfir. Viðurkenni, ég sá þetta ekki gerast eftir fyrsta leikluta. En þetta er fljótt að breytast. Sjö og hálf mínúta komin á klukkuna í öðru leikluta og staðan 3-2 fyrir SR. Edvard setur þennan niður. Það sem Kári tekur við honum. Finnur Hákon. Mikil barátta þarna fyrir aftan markið. Þetta gerir Richards vel bara að stoppa í að SA-ingar væri komið bara 2 á markmann. Þarna var hættulegur pökkur fyrir. En SA-ingar ná að koma sér frá. Unnar inn í svæðinu. Edvard gerir vel og kemur hann út. Þarna er Pétur kominn. Sendi pökkinn fyrir, þarna var enginn og þá er það Helgi Bjarnarsson sem er kominn á ferðina en hann er bara tekinn. Það var Heiðar sem sá við honum. Þessi er inni, Pétur með lúmskot, Heiðar tekur við. Aftur skot og það var Ormur. Eitthvað gengur SR-ingum illa að koma þessum út og Ormur tekur við honum hann aftur en hittir ekki pökkinn. Þá ná SR-ingar að koma að pökknum út. Þetta er einhver mikil rimma og það er brotið Kilva. Hörkutekling hérna á Edvard en Sölvi gerir rosalega vel og henni. Þetta er fallegasta mark kvöldsins, fullyrði ég. Þetta var algjörlega frábært og þetta á Sölvi frá A til Ö. Edvard fær þessu teklingu, Sölvi tekur pökkinn, fer bara harðfylgi framjá og í slánn og inn. Þvílíkur viðsnúningur á þessum leik á ekki lengri tíma en 9 mínútum. Og þá var Jóhann, reynir að svara. Það var með lúmskot þarna framjá. Þarna var Sölvi að skora sitt 4. mark í vetur. Og þetta er bara, það eru mörk á mörk ofan hérna. Þetta var ekki síður vel gert. Mílós ekki ánægður með varnarleik sinna manna þarna. Þetta var
Var þetta ekki Unnar? Jú, fær hérna og setur hann á nær stöngina hjá Jóhanni. Unnar Rúnarsson með sitt 5. mark í vetur. Staðan er 4-3 og þetta er bara veisla. Komin 4 mörk hérna fyrstu, 5 mörk fyrstu 10 mínútur annarra leikluta. Nú eru S-engar brjálæðir vilja hérna meina að það hefði verið farið, hörru. Hérna voru læti við varamannabekk SR. Bergþór og Kári eru sendir út af. Vill ofta verða það svona þegar menn reyna að hindra menn í að komast í skiptingar. Þá verður oft lætið hérna. Sæmi grípar hann í tömmuna en liðin spila áfram 5 og 5. Það fer bara eitt sikkur leikmann úr hvoru liðinu. Máni kemur hérna inn á, S-engar voru ekki alveg að fatta, þeir voru bara 4 inn á. Þá getur leikurinn að fara af stað. S-engar vinna þetta uppkast og þá kemur Axel í hraða sókn. Fer fram hjá einum S-engi en tökkurinn inn á að koma þessu út. Þá byggja ég bara upp á nýtt. Það er Sölvi. Slaka sendingu þarna en nær að vinna hann aftur. Og þetta kemur Ormur í 1-1 stöðu, Þorgils til varnar, hann fer í Þorgils og í netið fyrir ofan markið. Þetta er uppkast. Jóhann og Haukur klástu þennan. Það er Haukur sem hefur betur. Þessi fer alltaf liðir og það er vantilega æsing. Í gang og það eru S-engar sem pressa. Gunnar er ekki komin fram með Richards en þeir halda pekkinum inn í sóninu. Hafþór fer undir markið og það var vel gert því Hafþór er reynd að snúa hann hérna inn en misti pökkinn af spaðanum. Lúmskot á þessar inni. S er inni. Sá ekki hvort það var Orri sem á þetta eða hvort að Andri Mikaelsson hafi náð að snerta hann. Það var ekkert ósvipað skotunni sem fór í stönginni á Unnari áðan. Bara hreinlega sé ekki hvað gerist þarna en inn fór hann.
staðan orðin 4-4. Miklar sveiflur í þessum leik. Sé ekki nema 4 mínútur síðan S-ringar voru 2 yfir. Þetta heldur bara áfram. S-ringar vinna þetta og eru komnir af stað. Það var Axel í stöðu þegar að komast 1-1 en Alex og Lengi senda hann. Og þá er það Róbert. Ég sjá hann að Stíf farin í hausunum mér. Það er uppkast á miðjunni. Í svæðinu, rétt að sagt. Sölvi og Heiðar bítast þennan. Sölvi hefur betur og þá kemur Axel. Finnur Hákon sem slær hann aftur og þar tekur Þorgils við honum. Það er dómur. Sæmundur settir Hákon í boxið fyrir holding og þá koma Kári og Bergþór eru komnir út aftur. Búin að eiga dágóðan tíma í boxinu. Þannig að næstu 2 mínútur eða svo verða Akureyringar einu fleiri í fyrsta sinn í leiknum. Þetta er fyrsta sinn sem Akureyringar eru í yfirtölu. Ekki komin á múti S-ringar. Akureyringar spila hann á milli og reyna að finna opnanir. Orri, Gunnar og Orri með skot sem er framhjá. Andri tekur hann og sendir á Jóa. Jói svona íhugar hvaða kostin hefur í stöðunni. Finnur Gunnar sem er skotmaður góður. Þetta tekur Jóhann Björgvin. Gunnar á Jóa með fastan í púðan og þessi er inni. Orri Blöndal fylgir eftir skotinu frá Jóa Leifs. 3 mörk í röð frá Akureyringum og staðan orðin 5-4. S-ringar voru 4 mínútur í yfirtölu í fyrsta leikhluta. 5-3 þar af í 2 mínútur og náðu ekki að nýta sér það. Það tók Akureyringa innan við mínútu að nýta þessa yfirtölu. Sjáum hérna Gunnar finnur Jóa sem á fastskot fyrir púðan og Orri snöggur að bregðast við. Og allt momentumið sem var með SR hérna fyrstu 10 mínúturnar bara hreinlega farið og komið yfir til Akureyringa. Þetta kom Akureyringar, Atli sendir það fyrir þar sem Ólafur tekur við honum. Hörð tækling þarna frá Hákoni og Akureyringar brjálaðir.
Þetta var alveg uppi varamannabekkin hjá Akureyringum. Þá kemur Kári á fleygiferð. Þetta er, nei, Sæmi lætur bara leikinn halda áfram. Hann er ekki mikið í þegar að dæma. Þetta var hörð tækling og Kári liggur bara óvígur eftir. Sem ekki bara betur en að Kári sé bara sárþjáður. Og vonum að það sé ekki alveg rétt og við fáum að sjá hann svolítið aftur. Þarna er Haukur gripinn í landhelgi. En SR-gar. Það var skrítið sending og Pétur Dagur í skotstöðu. Sendur hann yfir og þá kemur skotið. Jón Björgvin verð það. Pétur tekur frákastið fyrir aftan. Aftur skot. Þarna var Dagur góður færi fyrir fram markið. Stórhættuleg skot sem er að koma af hægri kantinum hérna frá Sæðingum. Búinn að skora eitt svona og annað í stöngina. Þorkels eitthvað að dóla með pökkinn hérna fyrir aftan og er eiginlega bara gripinn. Sölvi kemur og beilar hann út. Og Alex Máni á ferðinni. En má ekki við marknum og Andri Sverrisson tekur hennan. Mattías. Alex Máni reynir að stinga inn á Axel. Bökkur fyrir markið. Það var enginn og Hesselningar bara byggja upp sókn. Þessi fyrir niður. Og það er spilað. Það er bara svona pökkarna niður í horninu. Lukas gerir vel hérna. Jói glæsilega gert hjá Jóa. Andri Mikaelsson með skot sem Jóhann Björgvin verið vel. Og aftur Jói átti hérna frábæra hreyfingu og rúlaði hann inn á Andra. Sölvi fær núna 2 mínútur fyrir munnsöfnuð. Hesselningar ekki ánægðir með þessa línu hjá Sæmundi. Hann hefur látið svona leikinn fljóta mikið. Getur að leyft mikla hörku. Þetta getur verið dýrt því að, Akureyringar mjög vel drillaðir í yfirtölunni. Sæmundur hérna eiga orða við fyrirliða liðana. Hesselningar náðu að koma þessum út. Þessi kemur á ferðinni inn í svæðið og þessi er bara fyrir baki á Sæmundi. Pökkun helst inn í svæðinu og þetta er vel gert. 6-4. Gott að það var ekki leikmaður númer 43, Atli Sveinsson.
Sá hann að pökkunni fyrir Sæmund Bertland Atla sem fer fram hjá Hauki og setur nú stönginu inn. 6-4 og það er Leikli sem Skautafélag Reykjavíkur tekur. Öll þessi orka sem fór í að, nei þetta er ekki Leikli, en öll þessi orka sem SR-ingar fóru í að vinna upp forskotið og komast yfir. Hún er farið fyrir lítið. SA-ingar búin að vera í yfirtölu í 1,5 mínútu þessum leik og nýta hana vel, 2 mörk. Það er markið skráð af Dag Jónasson. Tvær mínútur eftir annar leikluta, stór skemmtilegum öðru leikluta þar sem mörkin eru 8 talsins. Hver veit, við fáum 1 eða 2 í viðbót. Þorgils, fast skot, Tyler verið á þennan. Það er æsing. SR-ingar taka þennan pökk. Hákon með pökkið fyrir aftan, það er svo sem enginn inn í. Jú. Skot frá Edvard, laust og það er varið. Hann er bara áfram og dansar hérna kringum og nær öðru skoti sem fyrir á púðan hjá Tyler og enn hins að SA-ingar og það er æsing. Mínútu eftir að fyrsta leikluta. Uppkast í sóknarsvæði Reykvíkinga. Sölvi og SA-ingar eiga þetta. Ormur býður bara átekta og sendir háan upp. Þar tekur Þorgils við þessu. Axel, skemmtilega hreyfingu. Þeir komið inn í svæðið. Sölvi. Tyler nær að slá hann út og laus pökkur fyrir framann. Nú er SA-ingar að skipta og Axel reynar að nýta sig það. Missir pökkinn og þá er bara Jóhann kominn 1 á 1. Og Kári á eftir honum og það er mark. 7-4 og Jóhann með sitt 9. mark í vetur. Flaugarskapur hann að missa pökkinn og Jói bara kominn 1. Notar alla sína reynslu, fer vinstra megin við Jóhann Björgvin og setur hann upp í netið. Þetta var 9. markið í þessu leikluta, ennþá 23 sekúndur eftir. Ekkert að segja að varnarleikur SR-inga sé til útflutnings. 7 mörk í 2 leiklutum er. Þú vinnur ekki leikið svoleiðis.
Þetta rennur bara út í sandinn og flautan gellur. 4 mörk frá Reykvíkingum í öðrum leikluta en 5 frá Akureyringum. Staðan 7-4, við tökum okkur 15 mínútna hlé.
Ja, við erum komin aftur í þriðja og síðasta leikluta. Staðan eftir hreint ótrúlegan annan leikluta er 7-4 SA Ingum í vil. Við fengum 9 mörk í öðrum leikluta. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða að mörkin voru ekki jafn mörk í síðasta leiklutanum. Enda trúum ekki öðru en að þjálfarnir hafi farið vel yfir varnarleikinn. Sæmundur flautar þetta í gang og kastar bekkinum. Og það eru S-sendingar sem byrja í sókn og fljótar að missa hennan. Jói finnur Hafþór. S-sendingar reyna að koma bekkinum út og gera eitthvað en S-sendingar fasti fyrir í pressunni. Afleið sending hjá Hauki og Unnar komst í hann en Gulli gerir vel og Unnar tilbaka. Kastar hann. Slær þennan pökk bara niður. Hákon í horninu. Tókin er að halda honum inni en þeir bara Unnar með pökkinn verið að sækja í horninu, snýr af sér einn en kemst ekki fram hjá Tóka en vinnur hann aftur. Atli misti þennan út fyrir svæðið, blá línuna og þarna var Tóki hitti bara ekki pökkinn og hann komst inn í hann og nú berga Gulli í 1-1 stöðu og hann féll við upp, segir Sæmi. Hann heldur sömu línu, hann er ekki mikið að flauta. Kári í komin hættulega stöðu, Tyler ver þennan. Sæmi flautar hérna, það var Hákon hafði misst killuna sína og einhverju leikmaður tekur hann upp og setur hann aftur á varnarsvæðið. Þetta segir Sæmundur og þetta má ekki. Og þetta er ansi ódýrt að fara í boxi fyrir svona en Sæmundur þekkir reglurnar, Kári. Það er spurning hvort það er yfir höfuð. Jú, Kári er látið sitja sér dóm. Þetta er ódýrt leikbrot, svo það sé sagt. F-sæðingar hafa skorað í bæði þau skipti sem þeir eru yfir yfirtölu. Þannig að sjá hvað gerist í þriðja skipti. Sæðingar reyna að finna opnanir á vörn SR. Orri og Jóa.
Jói finnur Orra og sendir yfir og þetta í púðan á Jóhanni Björgvinni og Richards nær að koma þessu út úr svæðinu. Þeir eru fljótir að skipta SR-ingar og ná að koma honum aftur út. Haukur sækir að mikil barátta hérna milli Gunnars og Hauks Steinsen. Og það leikdómur aftur. Haukur fellir Gunnar Arason hérna og það þetta gerist beint fyrir framan nefið á Sæmundi. Haukur ekki ánægður með Gunnar sem lætur hann. Segir ykkur vel á orðið á leiðinni í bóksið. Þannig að Akureyringar verða einu fleiri næstu mínútuna. Það enn mínút eftir af refsinguna á Skára. Nú reynir á vörn SR-inga 5-3. Hákon gerir vel og kemur bekknum út. Gera þetta miklu harðvelgi. Það var Ólafur. Unnar nær ekki fara fram að Sölva og Edvard nær þessum og kemur honum út. Þannig að þessa yngar þurfa aftur að byggja upp. Unnar með pökkinn hérna fyrir aftan. Atli. Tíu sekundur eftir af dómnum á Skára og hann fer út aftur. Jæja, SR-ingar lifa af 5-3. Hann er hörð tækling og áfram gakk segir Sæmundur. Þetta í línu með það sem búið að vera í kvöld. Nú 5-4 næstu 50 sekúndarnar. Við gefum Mattias og flegi verð. Við erum bara alla leið. Eða Róbert Hafberg segi ég. Jóhann Leifs. Reynir að finna opnun. Finnur bara Orra. Róbert aftur. Róbert og Jói í sem var rétt fram hjá samskiptunum hjá Jóa. 20 sekúndur eftir af þangað til að Haukur kemur aftur inn á. Bæði lið skipulega fullskipuð. Það SR-ingar sem þarf að sækja, þannig að þeim vantar 3 mörk. Og þeir gera það ekki einu færri eða 2. Mjög löng sókn SR-inga hérna og til að Jóhann Björgvin fyrstu þennan. Andri með ykkur leiðindi fyrir framann markið og keyrir í Jóhann Björgvin eftir að hafa búinn að grípa hann. Ekki vinsælasti maðurinn hérna í Reykjavík eða í herbúðum SR-inga, Andri Mikaelsson, en honum er nákvæmlega sama.
Og kastskot sem Jóhann Björgvin ver. Hákon sendur finnur Richards. Richards á Kára sem finnur Gulla. Gulli á móti Ormi. Hákon með skot. Það fer tiltölulega auðveldlega í lúkurnar á Tyler. Tíminn vinnur með Akureyringum eftir mikla markaveislu. Þar kom marka á annarri hverju mínútu. Þá er enn markalaust í þriðja leikluta. Og það vinnur með S-æðingum. Þorgils og opinn en Klaufi missir pökkinn út fyrir svæðið. Þannig að þeir þurfa að fara aftur út og byggja upp á nýtt. Æsing. S-æðingar vilja meina að hann hafi farið hann í skautan á Þorgils. Inntakið á miðjunni. Alex Máni kominn í 1-1 stöðu, tekur skot, þetta fer í Tyler. Og þetta er mark. Axel fylgir hann eftir, eða var það Sölvi? Jú. Tímur eiginlega svona nokkurn veginn bara upp úr þurru, ekkert búið að vera að gera stjórnsendingum í sókninni, alla leiklutan. Sjáum hérna Sölvi fylgir eftir skoti frá Alex Mána. Úr staðinn 7-5. Það er líflína fyrir SR. Sjáum hvort þetta hleypi einhverju. Hvort S-eringar fái blóð á tennurnar við þetta. Eða hvort að SA ná að svara. Þetta var Kári nálægt því að komast inn í sendingu fyrir fram markið. Fyrsta línan hjá SR er búin að vera mjög öflug, komið 5 mörk. En það vantar meira framlag frá hinum. Það er offside. Leikurinn farin af stað. Sölvi á þetta uppkast. Þeir breykka hratt, Alex Máni er að bíða eftir Axel kom út. S-æðingar vinna þetta tilbaka. Hafþór tekur vel á mótunum en finnur ekki samherja, þannig að Axel sending yfir á Alex Mána, feipast aðeins. Góð tækling þarna. Sölvi vinnur það tilbaka.
Mjög skrýtnar hérna sendingar fram og tilbaka. Það bara liðin bara að missa pökkinn á víxl. Edward tekur rúmskot sem Tyler ver upp í net. Gulli í ágætri stöðu hérna en skotið hans blokkað. Mögulega sending að fá æs. Það flautað. Kári og Heiðar slóst þennan. Kári hefur betur og aftur missir Toggi pökkinn út fyrir. Það er bara byggja upp sókn í róluheitum. Ormur kemur upp með hann og missir hann klaufalega. Kári í 1-1 stöðu. Kemst ekki fram hjá síðasta varnarmanni. Það var flott vörn hjá Degi. Ennur sending að halda honum, Hákon í skotstöðu og hann fer í Heiðar. Þarna dómarinn birtu frá Edward. Hákon með góða sendingu á Haug Karvelsson. Haugur reynir skotið, hann fer framhjá. Mikil baráttum pökkinn hérna og skauta bara allir frá honum. En Essenga komist inn í þetta. Robert Hallberg. Atli Ólafur í skotstöðu. Og Jóhann Björgvin ver þetta. Og þarna þurfti Jóhann Björgvin að pota pökknum frá. Essenga koma hérna Unnar sem bara við og býður til hjálp. Sendir á Jóa. Þetta er æsing. Þegar leikluta ekkert verið ósvipaður fyrsta leikluta. Pökkurinn gekk bara á milli liða, ekkert rosaleg gæði. Og lítið um mörk, enn sem komið er. Þetta er æsing. Leikurinn róast ansi mikið hérna í þriðja leikluta.
Bæði hvað mörk varðar og svo líka refsimínútur. Einu refsimínútur í þessum leikluta voru fekk Kári fyrir að taka upp kylfu. Kannski segi sitt svo lítil harkan hefur verið í þessum leikluta til þessa. En sjá hvað gerist þegar nær dregur lokasekúndunum. Tóki gerir vel í að halda þessu minni en Hákon hugði ekki að sér og fekk Hafþór í bakið. Orri með sterka tæklingu. Versnaðingar byggja bara upp sókn, ekkert að drífa sig, enda algjör óþarfi. Sýnist þessi lið sé fara að keyra núna 2 línum þessar síðustu mínútur. Dagur vinnur puckinn hérna og er góður í skotstöðu. Og Sæmundur flautar. Sá ekki hver það var sem markið hefur fæst til. Þess að vinna. Allt gott blokk hérna hjá Axel. Fekk hérna skot frá Atli í sig. Róbert. Þetta verður Jóhann Björgvin. Þessæðingar halda og þetta er lúmskot í Unnari en það er eitt fyrir Jóhann. Sýnst bara Þessæðingar líður bara vel. Þeir eru bara sultuslagir á pekkinum. Láta hann ganga á milli sín og vinna það tíma. Vantar kannski pínu ákveði SR-liða á móti. Og hér kemur Hákon á ferðina. Og góða tæklingu og Gulli í færi. Þetta fristir Tyler. Hákon sótt þetta puckinn á miklu harðfylgi og kom honum á Gulla sem var kannski ekki alveg í góðri skótstöðu. Kári á þetta uppkast. Enn og aftur hittar ekki puckinn hérna fyrir framan markið. Búinn að fá alveg nokkra svoleiðis stöður. Lukas. Hákon með puckinn fyrir aftan. Kemur hann út á Þorgils með fast skot. Þetta fer í sköflunginn á Hafþóri. Lukas. Þetta er þessi Gulli, setja hennar bara niður. Þessæðingar vinna þennan puck og sækja. Góð tækling þarna og Edvard tekur Hafþór niður en Jóhann tekur frákastið. Fer vel með puckinn hérna. Dagur
Þetta er dómur. Þarna fær hann að fljúga. Það var allt of seinni í hann. Ég veit að þetta sé rétt hjá Sæma. Dagur fær 2 mínútur. Skautafélag Reykjavíkur er fleiri næstu 2 mínútur. Sjáum hvort að þeir ná að nýta sér það. Kannski hleypa smá svona vítamíni í leikinn. Gunnar er að koma þessum pekki út úr svæðinu og Vestfirðingar þeirra að byrja upp á nýtt. Það komið inn í svæðið, þá klaufalegt, mjög klaufalegt hjá Lúkas og enn og aftur dundrar það bara pekkinu fram. Þessi ekki að nota tíma til að skipta. Þarna fóru góðar 15 sekúndur af refsimínútunum. Vestfirðingur líður bara vel, þeir bara bíða átekta og Þorgils með slaka sendingu. En það koma Vestfirðingar aftur upp, Þorgils. Þetta er dómur. Það var farið þarna í skautan á Þorgils. Eða hvort hann hafi mist pökkinn út fyrir aftur. Jú. Þorgils hafi þarna áður farið með pökkinn út fyrir bláu línuna og það er offside. – 44 sekúndur eftir að refsimínútunum og þessi pökkur fyrir út fyrir. Vestfirðingar ennþá ekki búin að eiga skot á mark í þessum powerplayi. Kári á móti Heiðari. Kári á það, kemur pökkum á Þorgils sem finnur opnun og þetta er mark! Já! Haukur Karvelsson, 7. mark SR, 7-6 og við fáum æsilega loka mínútu. Saman eftir hérna, Kári vinnur face-offið, Gulli sendir á Þorgils og Haukur hérna niður í horninu. Einfalt og snyrtilegt. 7-6 og 3,5 mínútur eftir. Kom líka að því að SR myndu nýta sér yfirtölu, þeir eru ekki búin að vera nýta sér það í nægilega miklu mæli í kvöld. Sjáum hvort að hvernig þetta mark fer í taugarnar á Akureyringum. Það er búin að vera mjög yfirvegaðir allan þriðja leikluta Akureyringarnir.
hættulega sendingarna og þetta Jóhann Björgur tekur þennan. Ok, hættulega staða, Hákon finnur Kára með skotið og hann fyrir upp í netið. Uppkast. Þessar pökkur fyrir út, Esseringar þurfa að byrja upp á nýtt. Og slök sending hjá Lukas. Hafþór tekur þessum pökki. Pökkurinn bara niður í horni og þar vilja Esseringar hafa hann bara. Flott rispa hjá Gulla. Vantaði svo lítið upp á hann að koma hann á Alex Mána. En hann ekki hættur. Þá koma Akureyringar. Bjarmi kastar hann bara niður. 1,5 eftir. Þannig kannski að líða við að Jóhann Björgun fara á markinu. Ef þeir ætla að fara í yfirtölu síðustu mínútuna. Þorgils kemur á ferðinni. Pökkurinn hérna fyrir neðan. Fimmtíu sekúndur eftir. Edvard með skot. Tyler Bear. Axel í frákastið. Nær ekki valdi á pekkinum. Og þeir halda áfram að pressa fyrir aftan markið. En á ekki komanum. Þarna vilja þeir bara hafa hann Akureyringarnir. Það tómt mark. Esseringar vilja fá 2 mínútur fyrir tafir. Sýttist að stíga þarna á pökkinn, Ormur. En ég held að sé nú bara uppkast. 30 sekúndur eftir, tómt mark hjá SR og Mílos tekur leikhlé. Esseringar hafa 30 sekúndur til að kreista fram framlengingu. Þessu loka mínútu sé búin að spila svona nákvæmlega eins og SA vill. Esseringar hafa ekki náðu valdi á pekkinum og náðu að byggja upp neitt. Þetta bara í gang, 30 sekúndur eftir. Ríður á að vinna þetta. Það eru SA-ingar sem vinna þetta og pökkurinn bara fram. Þar tekur Þorgils við honum, 20 sekúndur. Hann þarf að vera snöggur ákveða sig. 17 sekúndur, Hákon með fastan pökk. Kári ekki að fylgjast með og þetta fyrir æsing. Þannig að þá kemur Jóhann Björgun aftur inn á. Esseringar verða að vinna þetta uppkast og vera snöggi fram. Óli fær skilaboð bara með að halda pekkinum þarna í miðjunni. Þeir bara að vinna þetta.
spila aftur og þá fjara þetta út. Orri bara slakur. Og leiklokið, 13 mörk. Það er ykkur læti þarna. Mikið læti. Það er allir leikmenn komnir, Hjálmar farnir að fljúga. Þetta er óþarfi. Það er hiti í mönnum sem er sýnist að Sæmundur sé komið með stjórnina á þessu. Búinn að siða menn til og þá getur menn farið í röð og þakka fyrir leikinn. En ég minni fólk á að það er annar leikur hérna eftir örskamma stund. Kvennalið þessara liða mætast og hann verður að sjálfsögðu sýndur. En við þökkum fyrir okkur í kvöld, verið þið sæl.